Já, þá komið að fréttum frá Gaza og Magga Stína mætt. Velkomin. Takk. Hvað bara sömu fréttir? Það hljóma ekki ósvipað. Það var sem sagt bara núna verið að sprengja, það verið að sprengja 18 manns í loft upp. Bara í morgun. Og það aftur árás á skólabyggingu sem hefur verið gerð árás á ítrekað. Sem sagt, og það eru 12.000 flóttamenn. En starfsemi í þessum skólabyggingum eða? Nei, þetta náttúrulega bara svona eins og flóttamannabúðir, sko. Það ekkert skólastarfana en fólk leitar þarna Nei, það náttúrulega í stærri byggingar, sjúkrahús og skóla og stofnanir til þess að bara til þess að vona að það geti haldið lífi. Þetta fólk sem búið að missa heimili sín? Já, mörgu sinnum. Og og einmitt, þetta fólk sem hefur verið bara hrakið á flótta margoft. Og á ekki, það ekkert eins og ég orðið það, það ekki lófa stór blettur sem öruggur. Þannig að eina sem fólk hefur trúin og vonin að það verði ekki næst til dæmis að börnin þeirra verði ekki sprengt í loft upp. Og þetta Ég sá eitthvað sagt að það væri 36 kíló á mann sprengiefnið sem hefði verið varpað yfir Gaza. Já. Á hvern íbúða. Og það fyrir að nálgast að það jafnþungt og flókið. Sprengjunar. Það fengið bara þyngd sína í sprengjum. Já, voruð ekki að tala um að það verið til mér og fyrir utan sprengiefnið. Það 36 kíló mann, þá vorum að tala um fyrir töluvert lengur síðan að það verið 40 milljón tonn af steypu sem hefði væri bara orðið að dufti. Já, dufti. Og með allir þeim fylgikvillir sem því fylgjaði, þetta auðvitað stór hættulegt og það að þegar verið að tala um svona og þá verið að venja okkur oft við einhverja tölur og einhverja prósentureikninga og en hins vegar kannski sterkasta setningin svo að allir læknar sem að hafa komið frá Gaza undanfarna mánuði þeir eru allir sem eitt sammála það þeir hafa aldrei nokkuð tíman upplifað á sínum starfsfelli nokkuð eins og ástandi á Gaza, alveg sama hvað þeir hafi verið mörg ár eða marga áratugi. Já, og víðar heldur þannig. Já, víðar, ég segi það bara sem hafa reynslu af því að vera hungursvæðum og stríðsvæðum og hvað sem þetta í hug. En og það eitt sem þeir eru allir sammála það þeir hafa aldrei þeir hitt ekki einustu mannesku á Gaza sem ekki veik eða slösuð eða þjáist með einum eða öðrum hætti af sjúkdómum eða sárum. Og þú veist, og þá erum við að tala um hvert einasta barn. Hvert einasta barn þjáist að sárum, þjáist að útbrotum, þjáist að öllum þeim kvillum sem hægt að bara nefna á nafn með við það að fá ekki hreint vatn að drekka. Þetta þú veist, og ég meina og það ekki, sadismin hann lætur ekki að sér hæða þú veist að það auðvitað núna þegar við tölum síðast að þá að verða átt að gera svona bólusetningar átak þannig að það átt að vera eitthvað svona mannúðarhlé í 8 tíma á dag 8 tíma á dag í 9 daga en samt sem áður stöðvuðu Ísraelsmenn töfðu þeir fólk UNRWA starfsmenn til dæmis og hjálparstarfsmenn sem voru á leiðinni til þess að bólusetja börn. Þú veist, en mótsagnakennt á það hljómar þegar þú ætlar að fara að bólusetja börn sem þú ætlar svo að sprengja í loft upp. Þeir voru að tefja að bóluefnið eða starfsfólki sem ætti að bólusetja kæmist á svæðið. Og eins og þeir gera bara stanslaust. Þetta bara, það alltaf verið að stoppa. Flutninga öllum hjálpargögnum. Og ég meina, og það hefur náttúrulega kerfisbundið verið að svelta fólk og drepa það með því að sinna ekki sjúkdómum. Já, ég meina, þetta auðvitað nákvæmlega ástæðan fyrir því að Netanyahu hefur verið ákærður fyrir stríðsglæpi og glæpi gegn mannkyni. Það var eins og hann og hans fólk
beitir hungri í hernaðilegum tilgangi og ætlar að svelta þá til bana sem að hann sprengir ekki tætlur. En ef við tölum samt svona þessar tölur upplýsingar sem verið að láta okkur venjast, þá hefur verið talað frá heilbrigðisyfirvöldum á Gaza hafa borið kennsl á 40.000 pluss manns sem hafa verið drepnir. Og það þú hefur stundum vísað í grein sem birtist í Lancet, það sem var áætlað að vera örugglega yfir 200.000 manns. Já, og það áætlað og Lancet mjög svona íhalds eða svona tekið svona konservatíft svona það eitt af þremur svona læknatímaritum í heiminum. Já. Sem hættir ekki á það að fara rangt með tölur. Við erum að byrta alls konar vitleysu sem að þjónað lyfjaframleiðendum og fleira, þannig að þetta er ekki alveg. Alltaf segjum það. En þetta er rýnt og þannig á ekki að byrtast neitt nema sem að hefur verið kannað. En þessi svona sérkennilega tala, þessi 40.000 tala, sem hefur einhvern veginn verið þetta er svona lengi í gangi fyrst mér núna. Þess að er náttúrulega bara allir leiti röng, og þú veist, eyðilegging Ísrael á þessu svæði hún hefur sprengt þú veist, alla mælanlega skala sem að manneskjan getur bara mögulega ímynda sér, þú veist, þannig að svona stigveldi þessar eyðingar er margfalt, þú veist, þegar við verum að tala 40 miljón tonn steypu, þegar við verum að tala 36 kíló á mann, já, þú veist, þá 36 kíló sinnum 2,2 milljónir, já, ég meina þá sér, þú veist, það er ekki, þú veist, svo mannvera sem býður ekki skaða af því, hún er ekki til. Og og þú veist, þetta er svona að því þessar tölur, þær gera það verkum að hún bara, þú veist, í raun og veru dregur algjörlega úr hæfni okkar, þú veist, til þess að meta þú veist, raunverulega hryllingi sem á sér stað. Þú veist, því við erum við þetta breiðaborð og við erum að tala tölur og þetta er svona það sem að svona stjórnmál hafa gengið út á, þú veist, þú ert alltaf að tala líf fólks, þú veist, við mikrofónin og þannig að í raun og veru, og það hefur verið mjög áberandi svona undanfarna mánuði, þú veist, hvernig orðræðan verður innantóm miðað við, það sem er í gangi í raunveruleikanum, þannig að þú veist, nú er það með því svo að það sé allavega yfir 300.000 manns sem hafa verið drepnir og alveg örugglega meira og sérfræðingar gerir ráð fyrir því að talan verði áramótin allavega milljón manns. Þannig að þeir gerir ráð fyrir því að 8%. Hver er munurinn á 40.000 mann? Það sem verið að telja þá sem þetta bera kennsl á og síðan 200-300.000. Er það munurinn að það fólk ekki bara að deyja af sárum sínum, heldur fólk að deyja af sjúkdómum eða... Það er svona það sem hefur verið svona áberandi, þú veist, að þegar þú getur einhvern veginn ekki gefið upp svona tölur og kannski þess að eyðingin er svo, þú veist, þetta er svo mikill hraði á dráps og eyðingarkvötinni, það er svo mikið hraði á hana á framkvæmdinni. Það er bara hellinga líkum undir rústunum. Já, það er það, þú veist, og enginn veit hvort að þetta fólk hafi flúið eitthvað eða hvort það sé dáið eða þannig að menn er að reyna að búa til áallanir út frá. Já, út frá því þetta þetta er bara svo stanslöst, það er aldrei nokkuð tímann hlé, og það er líka annað að þetta er svona pólitískt, að gefa upp svona tölur og þú veist, sérkennilegt að það skuli báðir aðilar, bæði Hamas og Ísrael og Bandaríkin gefa upp vitlausa tölur meðvitað. Þess að þeim í hag svona, hvað segir maður, pólitískt, þeim í hag. Okkur er það Hamas í hag að birta lægri tölu? Það er að því þá, þú veist, það sýnir eitthvað skonar veikan punkt, það kannski getur sýnt að þeim einhvern auman blett, þú veist, að
gefa upp svona, þú veist, þessar velja að það séu líkin sem hægt að setja nafn á, sem hægt að raða saman, sem einhver hefur borið kennsl á, en þess að sko í svona ástandi þá verður þetta absurditet að það sýni veikan blett á stöðinni. Það er fólk sem að deyr í loftarósum eða bara skotið. Já. En svo líka fólk sem að deyr vegna þess að það hefur ekki aðgengi að mat eða hreinu vatni og í slíku ástandi að þá falla þeir sem voru veiki fyrir, fólk sem að með einhverja sjúkdóma og annars líkt að þá deyja þeir bara fyrr. Þannig að það lítur að líka að vera hlutið af þessu. Já, þetta er bara, þú veist, það hefur verið dregið saman í þá setningu, þú veist, að lífið á Gaza, sko, er að renna út á ógnarhraða. Það er setningin sem höfðir yfir, sko. Og og þú veist, og til dæmis, sko, og það sem að, og Bandaríkjamenn, þeir auðvitað fá upplýsingar, meiri upplýsingar, þeir liggja upplýsingum til dæmis þennan fjölda, en vil ekki birtan, af því þeir vilja halda áfram að segja setninguna Ísrael ræðist ekki á almanna borgara viljandi, sem að allur heimurinn veit að gerir, sko. Og er aðgerðin, það er það sem að Alþjóðadómstóllinn telur vera mikla líkur á að sé hægt að sanna að aðgerðin er raunverulega að þjóðarhinsun. Já. Og þetta er bara, En heldurðu að þegar við heyrum svo tölur 40-42 og svona 16 dó í morgun og 20 í kvöld og 40 á morgun og allt þetta, heldurðu að þetta leiði til þess að fólk, bara eins og ég og þú, sem eru bara manneskjur og eru með vitund inn í og ættum að skilja það alla út frá okkar eigin lífi að allt líf er heilagt og heldurðu að þegar fólk er að heyra þetta að það reyni að selja sig það að þetta sé raunverulega ekki manneskjur sem er að deyja, að þetta sé ekki Já, það hefði spurt mig fyrir ári síðan þá hefði ég sagt að ég tryði því ekki að þú veist að fólk getur orðið svo það er hægt að sko verða jafn gamall og ég og vera jafn barnalegur og auðtrúa en sko ég bara sé það að þegar þú til dæmis það var stórfrétt það að ísraelskur bílstjóri á Vesturbakkanum hefði slasast og þessari frétt var gefið tölvört pláss í íslenskum miðlum það eru svona eiginlega svolítið búið með það ég lesi þá en þetta var á Al Jazeera tölvört pláss það voru 6 starfsmenn núna síðasta, það er nýjasta nýtt að 6 starfsmenn UNRWA voru drepnir flóttamanna hjálpar samliðsjóðana í Palestínu sem að voru ekki palestínumenn nei, sem voru bara vestrænir ríkisborgarar og það er stór frétt það er sagt frá þeim já, það er stór frétt þannig að ef að Bandaríkjamaður ríkisborgari deyr að þá er það stór frétt en það er eiginlega hægt að vera frétt þegar það eru 45 sem eru sko hægt að nafngreina og eru líklega kannski 200-250 sem að deyja hverjum degi Já, ég meina og þetta er náttúrulega sko ber vott það að við höfum mist eða við höfum mist eða ég veit ekki, sko, ég átta mig ekki á því sko hvort að við höfum alltaf verið kannski svona þengjandi sko, þú veist að því þú talar að við séum fædd með þeim ósköpum að telja hvert mannslíf hvert einasta mannslíf verðmætt og heilagt ég átta mig ekki á því sko ég var ekki alveg að segja það því að það er ekki alveg þannig sko það er við þekkjum það bara ef að Íslendingur deyr eitthvað styrir útlöndum að þá er sagt frá því en ekki öllum sem dóu í landinu sumrið er það skiljanlegt og ef að frændiðin deyr að það er stærri frétt fyrir þig heldur en að einhver maður í Kína deyr en ég bara skilningurum á því að það sé raunverulega verðmætt mannslíf sem eru fórna sko en það er einhvern veginn eins og að það sé ekki litið þannig á Vesturlöndum þannig að þetta er Bjartur í sumarhúsum var hann ekki með spurt yfir 10 milljón manns myrtir í gamni utanlands sannlega með þeir súpa hel ég sér ekki það ekki nákvæmlega sko
Aftur á móti var annað stríð í einu grjótkletti fórum tíð. Þannig að það sé viðhorfið sem að, en það er hvað okkur, hvort þessi bandarísku ríkisborgari sem að deyra á Palestínu. Akkur eftir það snert á okkur meira heldur en ef að 200 palestínumenn. Það get ég ekki skilið. Við erum ekkert, Bandaríkin er ekkert. Nei, ég meina, en sko. Það er ekki eitthvað sýsla við hliðina Árnessýslu í Bandaríkin. Nei, sko, ég held að það sé kannski, þú veist, það sem er kannski líka svolítið sérkennlegt er að það var svona líka, hefur verið áberandi að þú veist að það hafa bandaríski ríkisborgarar verið drepnir á þessu svæði, núna undanfarið og í tilfellinu við vorum að tala um það daginn að það hefði verið bandarísku ríkisborgari sem var einn af gíslunum sem hefði verið drepinn og Ísraelsmenn sögðu að Hamas hefði drepað og Hamas sagði að Ísrael hefði drepað og hann var svona kynntur til sögunar bara sem bandarísku ríkisborgar og stjórnmálamenn í Bandaríkjunum tjáðu þessu töluvert og þessi talsmenn bandaríkjastjórnar sem að sko ég er nú farin að efast meir en lítið sko heilastarfsemina bara sko í því fólki sko sem er talsmenn Hvíta hússins sem að stiður í verki þjóðarmorð. Já. Töluðu mikið þennan mann en tóku það aldrei fram að hann var hermaður í Ísrael en núna var til dæmis stúlka drepin í síðustu viku bandarísku ríkisborgari og í öllum vestrænum miðlum var aldrei talað hún hefur verið drepin og bandaríkjamenn hafa ekki bandaríkjastjórn hefur ekki sóst neitt eftir því að rannsaka það málið að hafa það eitthvað inn til umfyllunar sko. Af því að hún hún var að mótmæla hernumanni, hún var friðarsinni. Þannig að sko þeir svona tjá sig. Líka þá að það sé ekki hluti átökunum. Hún er friðarsinni sem að bara sko má missa sín. En hermaðurinn, það þykja nokkuð sorglegt að hermaðurinn skuli deyja en þeir gerir aldrei neitt í því sko. Þannig að þetta er sko, þetta er siðleysi náttúrulega okkar heims, okkar vestræna heims, það er algjört. Þannig að Já, flest stjórnvöld í okkar heimsluta styðja þjóðarmorðið ef ekki orðið þá í borði eða í aðgerðaleysi og ég getur það vegna þess að það er í alþjóðalögum að ef að stjórnvöld á Íslandi telja líkur til þess að það sé verið að fremja þjóðarmorð í Palestínu þá ber íslensku stjórnvöldum að bregðast við. Það er þeirra skylda. Já, alveg bara sama út að horfa á mann drukkna. Já. Ef þú gerir ekkert í því, að þá ert þú sek. Já, og þannig er það. Og það er það sem að, sko, stjórnvöld hins vestræna heims eru að gera og þau eru samsek. Og það er ég hugsa bara, sko, ég hugsa að væri töluvert unnið, sko, fyrir vestræna stjórnvöld að bara átta sig á því að þau eru samsek og taka það bara afstöðu. Sem slík. Því að gera eins og Tyrkir gerðu að hvað við að segja, fljóta með kæru Suður Afríku manna. Akkurat, já. Það er möguleiki. Það er að segja ef eitthvað svona einhverja reytur að siðferði bærast með þér og þenni stjórn. Og sá verknaður eða svo ákvörðun að gera það er ekki annað en að það eru líkur á því að þarna sé verið að fremja þjóðarmorð sem fer ekki fram með nokkru manni. Já, það er bara þannig. Og þannig hefur vakið líka athygli að þú veist að hvaða hefur tekið sko langan tíma þessi málsmeðferð hjá Alþjóðadómstólnum þú veist, frá því að kæra til dæmis þessi kæra var birt á hendur Netanyahu það tók 3 vikur minni mig þegar Putin var kærður fyrir Alþjóðadómstólnum fyrir stríðsglæpi sem voru svona það voru svona fyrir sko einhvern veginn frekar svona loðnar sakir miðað við Netanyahu. Þannig að það var eitthvað svona flutningar á börnum, ef mann það rétt, sem að voru vafasamar eða sem sagt fólk setti spurningamerki eða? Það er mjög sérstakt mál og erfitt að fá eitthvað botn í þetta í fréttaflutningi fyrir þess að Úkrænustjórn segir að þessi verið að ræna börnum systematískt frá Úkrænu og flytja til Rússlands til þess að ala þau upp sem Rússa
það hefur ekki fengist þennan sannanir kannski. Við vitum það eru munaðarleysinga heimili í Úkraínu og við höfum séð það bara undanförnum áratugum og þú veist að það er á hernumdum svæðum og börnin hafi verið flutt af þeim. Þannig hljómar fréttin sko. Og þetta sé alltaf verið að reyna að mála þetta upp sem eitthvað svona ómennskan verknað sko. Já. Og þú veist og svo bara getur fólk sko reynda að færa rök fyrir hvori hliðinni sem en sko það þarf kannski ekki mikið þú veist að færa rök fyrir því sem er að gerast fyrir framan augun á sko. Nei, það er bara það við getum bara séð það í beinni útsendingu því sem að fólk er að taka upp á staðnum og það ég held að sé sko það svona runnin upp þú veist það löngu í raun og veru runnin upp þessi stund sko þú veist ekki hugsa sko auðvitað margir haldaði fram að þetta heimsveldi Bandaríkjanna sé að hrynja Ísrael mun eyða sjálfu sér með þessum aðgerðum hins vegar náttúrulega þetta er svona kenningar þetta er svona kenningar að Netanyahu sé eyðileggja Ísrael þetta er svona ber keim líka svona þú veist ef maður svona lítur á söguna aftur á bak sko þú veist þetta er svona þegar sko heimsveldi hrynja sko að þá auðvitað, þú veist, þá sérðu sko, þú veist, partíi sem að fer fram hjá demokratum núna hvað þau gera þú veist, ég meina, það er engin þú veist, það er engin endir eða botn á sko lögbrotunum sem framin eru þú veist, og önnur vestuveldi og þar að meðal en það tekur stundum aldir fyrir heimsveldarinn Rómaveldi var 300 ára hrynja þannig að ég myndi ekki veðja á að Bandaríkjamenn myndu hrynja sko fyrir næstu jól. Já. Nei, en það er sérst sko að þú veist það eru veikleikar í því og sem að til dæmis sjást í því að stjórnmálin í Bandaríkjunum get ekki endurskoða afstöðu sína til Ísrael þrátt fyrir þetta. Það bara getan til þess að horfast í augu við nýjan raunveruleika eða horfast í raunveruleika sem það kannski var. Já. Hún er eiginlega ég held að þau sko ég held að þetta sé bara miklu meðvitaðra. Þú veist, það er í raun og veru Bandaríkin sem fremja þjóðamorðið. Bandaríkjastjórn. Já, ég segi það, Bandaríkjastjórn. En í lýðræðisríki þá ætti að vera eitthvað afl í samfélaginu sem að rísa upp gegn því. En það er ekki. Góðsögnin er það að almenningur hafi risið upp og hafna Víetnamstríðinu og stoppa það. Já. Og það er almenningur að rísa upp núna en stjórnvöld hafa lært af 68 og þar í kring með því að mæta þessu bara af enn meiri hörku. Algjörlega. Og eins og gerður umverulega í lokin sko. Það var friðarhreyfingin var drepin með hörku og Ronald Reagan var til dæmis kosinn forseti Bandaríkjanna af því hann var ríkisstjóri sem að sigaði þjóðvarliðin og hippana í San Francisco. Og hann var kosinn fyrir að mæta mæta skrílnum skrílnum, það var með fullri hörku við þekkjum orðið vel þetta var skrílin og þannig að það er eins og það sé núna að stjórnvöld ætla að læra af 7. áratugnum að hrekja fólk bara strax úr námi sem er að mótmála brjóta niður skólana sem til þess að þeir reyna að stoppa mótmælin. Það er aðferðafræðin sem hefur verið stundu núna. Gríðarlegar persónunjósnir sem að stjórnvöld nota til þess að grafa undan bara allri andstöðu við stjórnarstefnuna. Þannig það er ekkert útséð hvernig þetta mál enda eða hvort að uppreisn fyrst og fremst ungs fólks í Bandaríkjunum skilja árangri. Það er ekki að sjá það á ummælum þingmanna eða forsetaframbjóðenda að þeir láta eins og þeir þurfa að taka tilliti til þessara andstöðu. Nei. Það er þetta sko eins og kannski hefur líka ég held að kannski mann bera sko að vanmeta samt ekki sko valdalmennings sko þegar honum er nóg-boðið og en ekki heldur vanmeta sko afl andstæðingsins sem almenningur etja við nei, það sannarlega ekki miskunnarleysi þeirra miskunnarleysi náttúrulega sýnir sig ég meina þú veist, fólk þarf ekki að gera annað eða treystir sér ekki til þess að horfa á það sem er að gerast á Gaza þá getur það kannski
trappaði þess niður og byrjaði á Berlín til dæmis. Þú veist, þar sko fasismin í Þýskalandi hann er að ná þannig hæðum að annaðis hefur ekki sést síðan bara þið viti hvenær og lögregluofbeldið gríðalegt og þar og þeir eru alveg hættir að gera greinamun á því hvort þú 10 ára gömul stúlka eða fullar manneskja Þú veist, þeir bara handtaka hvað sem með offorsi, barsmiðum og og hrikalega ofbeldi og þetta er eitthvað sem maður finnur hérna, það var alltaf svolítið létt hallarslegt í Íslandi þegar maður talar þetta, en þeir aðeins að vinna sig upp. Nú voru til dæmis fannst mér sérkennilegt að hugsa til þessar lögreglan sem hefur fengið rafbyssu í annan vasan og piparúða í hinn vasan, fór í alla framhaldsskóla daginn til þess að kenna börnunum samskipti. Eftir hrikalega atburði sem hér gerist og þetta er þetta siðrof og við erum öll að glíma við það. Þeir sem þegja, þeir sem að snúa sér á hina hliðina, þeir eru orðnir svo samsækir að það hálfa eins og íslensk stjórnvöld. Já. Íslensk stjórnvöld og íslenskur almenningur. Þegar það er þjóðamorð í gangi þá snýr þetta að okkur hverju fyrir sig. Já, en við og það eru börnin okkar og barnabörnin munu spyrja okkur hvað við gerðum. Já. Og það verður allt dregið upp á yfirborðið. Allt saman. Þú treyst trú á börnunum og barnabörnunum. Já. Ég fyrir þau kreppi með henni allar nefan. Herra Magga-Stína, takk fyrir að koma hingað. Sjáumst aftur á mánudaginn. Takk. Þetta voru fréttir á Gaza en nú ætlum við að fara yfir í allt annað mál. Allt það besta er ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman.